Steinunn Sigurðardóttir skipstjóradóttirin frá Reykjavík sem flutti til New York á 8. áratugnum og lærði fatahönnun í Parsons. Hlutinni gerðust hratt á austurströndinni því Steinunn var fljótlega að koma með vinnu hjá Ralph Lauren, Calvin Klein og Gucci í suðupotti hátískunnar þar sem að hún var náið með Calvin Klein sjálfum og Tom Ford. Í þessum þætti tölum við menninguna innan þessara fyrirtækja, tískusýningarnar, hraðan, agan, kröfurnar á sjálfa sig, hátísku og New York í blóma. Steinunn eignaðist einnig fatlaðan dreng hér á Íslandi en hún og maðurinn hennar létu það ekki stoppa sig frá því að lifa sínu lífi og flaug hún til og frá Ítalíu tæplega 30 sinnum við störf sín fyrir Gucci þar sem hún tífaldaði framleiðsluna á sínu sviði innan fyrirtækisins. Þessi þáttur spilast í þínum eyrum fyrir tilstilli eftirfarandi samstarfsaðila. Hjá Sjóvá er hægt að sækja sér framrúðuplástur sem er eins og gefur að skilja plástur á framrúðuna. Ef þú fær stein í rúðun á bílnum og það myndast skemmd, þá er hægt að henda plástur á skemmdina og láta síðan laga á verkstæði. Hér kemur besti parturinn, viðskiptavinurinn borgar ekkert fyrir viðgerðina og heldur eftir stofnendurgreiðslunni sem býðst öllum tjónlausum viðskiptavinum Sjóvá í stofni. Plástrana má fá í öllum útibúum Sjóvá og þeir kosta ekkert. Fyrst erum við að tala bíla. Hjá Kemi færi bílavarahluti og rafgeima frá þýska fyrirtækinu Bosch. Og Lífa-fjölskyldan hefur svo opnað La Madre Pizza þar sem þú getur smakkað í fyrsta skipti á Íslandi La Pala pizzurnar sem eru svo vinsalar á Ítalíu. Vandaðir handverks pizzabotnar og sérvalið ítalskt gæðarhráefni. Gæðin leka af hverri sneið. Og svo giflar, sænska handbragðið, þessir dúnmjúku kannilsnúðar fylgja okkur áfram inn í haustið og inn í þennan þátt. Ég bið ykkur að taka vel á móti fatahönnunum Steinunni Sigurðardóttur, gjörið svo vel. Ég fór í myndlistaskólann í Reykjavík af því að ég sótti skóla erlendis og mér var sagt alveg að ég að læra að teikna. Til þess að sækja myndlistaskóla. Ok. Og í þá daga varst að sækja Bachelor of Fine Arts erlendis. BA-nám semst voru ekki kannski mikil á þeim tíma. Þetta var BFA? Já, Bachelor of Fine Arts. Og ég gerði það, fór að lærði teikningu í heilan vetur. Já. Og ég vil svolítið meina að teikningin hafi verið svona fæið mitt sem að ég átti kannski erfiðast með af því að ég hafði lært að sauma prjóna og ég var alltaf að hugsa í þrívídd. Okay. Og teikning er tvívídd. Einmitt. Og loksins þegar ég komst inn í skóla og fór í teiknikenslu og þá lenti ég í því skemmtilegasta dæmi sem ég hef lent í að teiknikennarinn minn sá alveg að ég átti vandræði með tvívitin og þrívitina. Þannig hún batt fyrir augun á mér. Hún lét mig horfa og þetta voru svona 2 mínútna pósur sem vorum að teikna á módeli og hún batt fyrir augun á mér, bara ég mátti horfa, svo batt hún og ég átti að teikna. Og í gegnum það lærði ég að gera það sem ég sá án þess að hugsa of mikið. Einmitt. Og það var svolítið flott aðferði að ná það sem þú hugsaðir. Og ég hef notað þetta sjálf í kennslu með því að segja fólk að gera eitthvað annað meðan það er að teikna. Af því að þá ert ekki að hugsa of mikið það sem þú ert að gera. Akkurat. Og ég semst fór í nám í skóla í Bandaríkjunum sem heitir Parsons School of Design. Einmitt. Og fyrsti Íslendingur sem útskrifast þaðan og kom honum í gegnum lánasjóðan sem var mikið mál á þeim tíma og fyrsta ári mitt í New York ég ætlaði aldrei að vera lengur í New York heldur en þennan vetur. New York var hörmungar borg. Þetta var ekki málið. Þetta var svo hræðileg borg að ég bara átti ekki til orð yfir hana. En byrju, þarna erum við hvað, 1980 eitthvað eða ekki? 1983. 83? Já. New York er nú alveg ákveðnum blóma þarna, svona einhverju leiti. Ekki myndi ég segja það. Ok, kannski ekki blómi en það er mjög áhugavert tímabil. Mjög áhugavert tímabil, svona sem að læri seinna. Já. Já, einmitt, maður læri það seinna, það kannski var ekki alveg... Nei, þú veist, þarna voru 1780 morða ári. Já. Og borgin hættuleg. Einmitt. Og það var bara 1 galleri í Soho. Og já, þetta var ekki alveg kannski borgin, en svo hægt og rólega lærði maður hvað hún hafði upp á að bjóða. Ok. Og New York er þannig borg að þú kannski kemur inn í svona
garð eða svona allí eins og maður kalla það sem svona á milli húsa þú sérð einhverjar dyr og þetta lítur ekkert rosalega vel út svo opnar dyrnar og þar inni ótrúlegur heimur svona kannski eins og að ganga inn hér þegar ég gekk hérna inn í morgun þetta var alveg, við mér blasti heimur sem bara magnaður Já. og það svolítið New York og það tilfinningin sem að ég sett í búðina mína líka hér á landi það ekki alveg, það ekki glugga á henni þú að finna hana, þú verður já og svo þegar þú opnar þá gengur inn í heim og það New York og það var ótrúlega gaman að upplifa því að þessum tíma var svo óbúslega mikil gerjun í öllu listamenn, músík galleri og allt í einu svona uppgötaði maður já, veist, það rosalega gaman að fara í öll galleri í öllum hverfum og sjá þessa list eða fara á CBGBs og hlusta á Talking Heads eða þú veist, einhverja músík sem var bara groundbreaking MTV var þarna MTV að byrja þarna og þetta var náttúrulega maður bara horfið á MTV og þetta var geðveiki Nirvana, þetta var maður bara svona ég hafði bara aldrei heyrt þetta og ég tel mig ennþá heppna í dag að hafa hort live á Nirvana Unplugged á MTV, þetta var bara magnað Einmitt. Þannig að gerjunin var svo svakalega mikil Fattar þú alveg að þú Íslendingur sem að mæta þannig til New York bara að þú ert að stíga inn í svolítið áhugaverðan tíma eða varst þú að hugsa bara, wow, svona bara Bandaríkin? Svona bara Bandaríkin, þetta var bara geðveikt og allir klúbbarnir sem voru að myndast og area klubb sem ég held að sé bara einn skemmtilegasti klúbbur sem ég hef komið í en þeir skiptu andrúmsloft á 3 mánaða fresti frá því að vera Afrika yfir í brasilískt eitthvað og þá bara músikinn breyttist og þá á þessum dögum þá fórstu til að dansa Já. og það voru rosalega svona dans bara út alla New York og svo fórstu í þessi falin dansparti sem þú fyrst með þú fórst í eitt og fyrst með á næsta en það mátti enginn vita hver það var þannig að þú fyrst kannski nafni svona sett á hendin og þú varst að skrifa það niður það var svona ýmislegt sem að gerðist og þarna fóru við og ég dansaði ég hafi dansað mig í gegnum skólan á hverjum föstudegi eða laugardegi okay. og þetta snerist ekki drykkju því ég drakk ekki en það vá hvað ég gat dansað og það svona opnaði heiminn að það var hægt að gera svo margt í New York sem var ekki hægt að gera hér heima og maður svona sá heiminn í öðru ljósi og skólinn var skemmtilegur hann dró mig í gegnum alls konar og ég hafði ekki hugmynd að ég hafði einhverja hæfileika því ég gat prjónað Já, má ég spyrja hvernig kemst þér inn í þetta nám? Ekki, ég meina Parsons mjög virðulegur og flottur skóli. Ég bara hreinlega sótt Ok, og það bara gekk eins og í sög? Ég hef veit ekki af hverju ég komst inn. Ég held ég hafi verið svona, kannski svona enigma fyrir þeim. Svona já, hver sækir frá þessu landi? Og ég fekk alveg að heyra að hérna heima, ég myndi aldrei komast inn. Já. En af einhverjum ástæðum ég held að, og ég tala oft að í sakleysi mínu hafi ég gert hluti sem óvart bara gerðust. Já. Af því að þegar maður kemur frá Íslandi og Ísland magnað, af því að Ísland kennir manni svo ótrúlega hluti sem að, þú veist, ég kannski sé ekki fyrir seinna meir. En skólinn á þessum tíma sá eitthvað frá mér. Ok. Og það var bara gaman og konan sem ætlaði aldrei að búa í New York og hataði New York endaði á því að búa þær í tæp 13 ár. Hvað tók langan tíma að selja þér New York? Hvenær náði borgin? Heilan vetur. Heilan vetur? Já, eða sem sagt svona í apríl, mæ, já. En skólinn sá líka að ég hafði eitthvað sem að ég bara, þú veist, ég var alltaf prjónandi og gat prjónað hans að horfa og gera eitthvað.
og tala við fólk og ég var svona að prjóna vél og skólinn var búin að senda mig út á vinnumarkaðinn bara 2 mánuðum eftir ég mætti í skólan og ég lærði sem sagt að prjóna svona prjónaprufur og búa til munstur fyrir ýmsa fatahönnuði og bjóti sem sagt pening með því sem ég gæti lifað af og þú veist fyrir ekki að því að fyrsta ári borgaði ég eiginlega sjálf þannig að þetta var svona bara mjög þægilegt að ég gæti unnið einhvern peninginn. Bara með íslenska prjóninu? Bara með íslenska prjóninu. Nú þekki ég ekki alveg innan þann bransa. Hvað er þetta að prjóna þegar að þú ert bara prjónandi allan daginn inn út? Það er svona 2 leiðir til að prjóna. Önnur er svo að þú prjónar eftir uppskriftum. Já. Eða þú kannt að prjóna það sem prjóni býður upp á og í sjálfum sér prjón mjög einföld verkfræði og þetta er bara 6 hluti sem þú þarft að kunna og svo er það bara þitt mál hvernig þú setur það saman. Okay. Þetta er bara eins og að kunna nótur og þú byrjir til lag með því að nota ákveðna nótur. Okay. Þannig að þú veist, fyrir mér er prjón svolítið þannig, ég kann sem sagt nóturnar og svo er það bara mitt að búa það til hvað ég geri. En þú ert samt alltaf að vinna að einhver verkefni sem geti lýst sem bara peysa? Já, eða ég pröfunar voru kannski ekki nema svona stórar og svo seldi ég þær og þær fóru til ýmsu fyrirtæki voru framleitar og ýmislegt gert. Og pröfunar eru þá bara í rauninni mynstur? Já, mynstur. Já, ok. Og bæði litamunstur eða bara að búa til sem sagt, eitthvað úr þessari verkfræði sem ég hafði í höndunum. Já. Og þetta hjálpaði mér rosalega mikið seinna meir. Því að ef ég gæti prjóna það í huganum þá gæti verksmiðjan framleita. Þannig að ég var mjög vinsæl á gólfunni hjá verksmiðjunum og átti alltaf mjög og á enn þann dag í dag mjög gott samband við alla tæknifólkið í verksmiðjunum því að það er svo auðvilt fyrir maður að tala við það. Akkurat. Ég get skýrt það með þessi út bara skrifa niður nákvæmlega að þú ert að prjóna svona og það er hægt að gera þetta svona og það var svo auðvelt fyrir verksmiðjun að gera. Og þetta kunnu Amerikanarnir ekki vel og Íslendingurinn? Nei, prjónið er það sem kom mér áfram. Wow. Og ég vil meina að allur minn karriér, erlendis, er byggður upp á því að ég kunni að prjóna. Að þetta verkfæri sem ég hafði voru ekki margir með á þessum tíma. Þannig að ég náði öll verkefni mín í skólanum snerist prjón og ég bara satt og prjónaði og þetta var bara gaman og þetta og ég tók prjóni kannski upp á nýtt level í skólanum því ég náði að prjóna það kannski 3-dimensional ef þetta prjón bara svolítið flatt en þá fór ég bara prjóna og búa til svona setja annað prjón ofan á hitt og þú veist og það var bara gaman. Okay. Þannig að kennararnir náttúrulega bara horfði á þetta undur þannig frá þessu landi sem var Ísland sem þeir hefðu náttúrulega kannski ekkit mikið verið að horfa á. Nei. Og ég á skemmtilega minningar frá því þegar ég var að segja samnemundum mínum að ég byggi í snjóhúsi. Já. Og það var lyftur og það var ýmislegt. Það er alltaf vinsælt. Það var svona smá en þegar ég sagði þeim að það var frábært fiskivín sem við drikkjum því var alveg trúað. Það voruð til að koma? Já, þeim fannst það svolítið svona, er það ekki gott? Hvernig er það á bragði? Það var ég fekk margar spurningar. En svo náttúrulega sagði ég kannski nokkrum sinna að það var ekki hægt að búa til fiskivín. Nei, ekki gott allavega. Nei, það væri kannski ekki alveg gott. En hvað gerir, eins og Parsons, hvað gerir góðan listháskóla eða bara listaskóla út af því að, ég meina eins og með kannski færustu tónlistamenn heims, þeir endilega fóru ekkert endilega í flottasta skólan eða sko, eins og með, þú nefndir Nirvana, Kurt Cobain er ekki menntaðasti tónlistamæður allra tíma. Hvar horfðu þú á þetta? Fannst þér skólinn vera að gera þig að betri listamanni ef svo má segja? Skólinn kenndi mér að vinna. Hann kenndi þér að vinna? Skólinn kenndi mér að vinna. Það var alveg á hreinu að þó ég kynni að vinna frá Íslandi, þá var þetta öðruvísi vinna.
og skólinn kendi mér hvernig þú átt að vinna í þessu fæi og hvernig það væri hægt og skólinn kendi mér bara ferlið og ég var svo heppin að ég var með kennara sem voru af eldri skólanum og þeir voru búin að sjá allt og ég vissi ekki að prjón myndi enda sem prjónasérfræðing, ég hafði ekki hugmynd það þeir sáu það okay. Þeir sáu margt sem að ég sá ekki og það að teknikinnan minn hafi bundið fyrir augun á mér til að gera mig að frábærum teknara, það var líka bara, þú veist, það var líka frábært. Já. Þeir náðu fram í fólki rosalega góðu dæmi og það má eiginlega segja að ég hreinlega vissi ekki að ég væri góð í einhverju. Þá til allt sem ég fekk einhvernir og allt hérna var bara, býtu við, hvað? Já, mér gengur bara vel. Og það var líka eitthvað sem kom sjálfur mér óvart. Og þannig að skólinn kendi mér svo margt. Og það má eiginlega segja að New York hafi verið sem sagt svona grunnurinn að öllu því sem ég hafi lært í dag. Og að gera í dag. Það kom frá New York, þessi bara gamla klassíska kennsla sem kendi mér bara frá upphafi að teikna, að sauma, að skilja saumaskap, að skilja sníðamennsku, að skilja efni. Já. Að fara á söfn, hvað snerist það, að skilja listina og við vorum send á söfn einu sinni í viku og látum bara þræla fara á öll söfnin sem voru til sem skiptu máli þannig að þú lærðir svo margt að tengja þú lærðir að skoða við vorum sendið í verslanir til að bara skrifum þar bara af hverju þessi verslun góð og af hverju hún vond og af hverju hún svona þannig að þú lærðir að horfa á fæið sem slíkt og þetta nám eiginlega, vil ég meina sé bara besta nám sem ég lærði, þú veist, þarna lærði ég grunninn að öllu því sem kom á eftir. Já. Og gef Parsons ótrúlegt kredit fyrir það. Einmitt. Já, það er já, svona, mér er svolítið áhugavert að heyra hvað svona, hvað þú ert þá heppin að lenda á góðum kennurum sem að ná, bara horfa á þig, sko, ekki reyna endilega að hvað maður segja, miðleikuru áfram eða segja hvernig hlutin eru gerðir, heldur svona að sjá hvar þú passar inn í þetta snerist það, hvar er hún góð? Einmitt. Ekki að hún á að vera góð í saumaskap og gleyma prjóninu. Þeir sáu prjónið og sendi mig út á vinnumarkaðinn 2 mánuðum eftir ég kom. Akkurat. Að láta mig prjóna. Og námið þá líka mjög góð tenging við vinnumarkaðinn, býstu við? Já, og ég hef ávart lendi hjá og fyrirgefði ég var algjörlega vissi lítið kannski ameríska tísku og lendi hjá mjög góðu fólki að vinna hjá og sem ég hef ennþá samband við í dag. Já, sko amerísk tíska, hver er hún á þessum tímapunkti og var þetta ekki svolítið svona, þú veist, og ég veit að þú kynnist Calvin Klein í gegnum námið. Já. En er ekki Calvin Klein bara einhverju leiti smá brautriðandi fyrir bara bandaríska tísku á þessum tíma? Calvin svona, þegar maður litið yfir farið með þá er Calvin svona, hann býr til svona nýja fagufræði. Ralph Lauren var líka mættur á staðinn og Oscar de la Renta var mættur á staðinn. Til New York? Já, það var, þú veist... New York er suðupotturinn? Já, Donna Karin mætt þarna og þetta voru allt kennarar í skólanum. Já, ok. Þannig að þú fyrst alveg sko svipin á bakið, þú þurftir að klára allt fyrir þessa kennara. Já. Þú gast ekki mætt og þú varst að mæta á tíma og ein af reglum skólan var að þú mættir á seint 3 þá varstu fallin. Já, ok, það er svona járnægi í þessu. Það var járnægi. Já. En það gerði það líka verkum að nemendur fengu vinnu. Ok. Þannig að eftir á. Og það er svona smá suðupunktur í amerískri tísku á þessum tíma
það var svona the 80s var að byrja og það var svolítið mikið og gaman að gerast og það svona, þetta mjög áhugavert að að geta svona í sjálfum sér hort á þessa tísku og ég fekk vinnu hjá litlum fatahönnuði eftir skólan og ég var sem sagt eftir ég útskrifast og ég var komin sko til Ítalíu og Japans innan við mánuð eftir útskrift endaði í Hong Kong og þú veist, svo byrjuðu ferðirnar allar og þú varst í Vestmiðum út allan heim, beint út úr skóla. Já. Og það var svo mikilvægt að sjá bara strax allt ferlið. Og svo fikk ég vinnu hjá Ralph og ég kunni ekki corporate business. Já. Ég bara hreinlega kunni það ekki. Og ég bara viðurkenni það hér og nú, ég kunni ekki að vita að, þú veist, að maður ætti að passa sitt og ég var bara einhver Íslandingur og þú veist, hafði aldrei unni í corporate business. Og ég vann hjá Ralph í ár og gat ekki sagt Kashmir rétt og gat ekki sagt V-neck rétt og það var svona ýmislegt og hann gerði grín að mér. Já, þú varst ekki kölluð Miss Kashmir? Miss Kashmir? Já. Þannig að það var svona ýmislegt sem var skemmtilegt. En hann sá hvað ég gat í prjóni. Ralph sjálfur? Já, þannig ég var sett beint yfir dýrasta sem sagt hluta peysuframleiðslu í fyrirtækinu hans, sett hönnuður þar yfir beint inn í collection og það voru ekki allir sáttur við það að ung stúlka frá Íslandi gæti komið inn í fyrirtækið og tekið einhver bara svona einhver stór hlutverk í því dæmi. Útskýrðu aðeins fyrir mér, sko, sett beint inn í collection. Já, það svona marga línur, það var sem sagt Ralph Lauren Sportline, ódýrari lína, það sem ég byrjaði og svo kom svona aðeins dýrari lína og svo kom Lexion, það er sem sagt fatnaðurinn sem sást á tískusýningapöllunum á þeim tím. Ok, þeirra bara svona flottast það? Já, og þar kynnist ég bara Kashmir og það var mjög auðvelt fyrir mig að vinna í Kashmir af því að þetta er bara prjón, skilur við, þannig að ég bara prjónið og verkfræðin sem var þar á milli og ég var sem sagt mjög góð í því en ég skildi kannski ekki umhverfið sem ég var í. Ok. Og ertu að tala bara svona rekstra hlutan af þessu? Já, og fólkið og já. Var eitthvað verið að svindlaður þarna eða út af þú talar að passa upp á þitt? Já, sko, þegar þú lendir í kannski svona stöðu þá áttu eignastu óvart óvinni sem þú veist ekki að þú átt. Af hverju gerist það? Það bara gæti verið að því að það er einhver annar sem vildi þetta og búin að vinna lengur og það, þú veist, það er ýmislegt sem bara alveg drama. Drama bara beyond. En ég skildi það ekki. Nei. Komandi frá Íslandi og hafði aldrei unnið í svona umhverfi. Þannig að ég hætti. Ok. Þetta var ekki skemmtilegt og fólk var ekki mjög skemmtilegt að vinna með og mér fannst þetta of leiðilegt, of mikil drami og of mikil ljót orðsögð sem skipti engu máli því að það sem skipti máli er produktið og ég hætti. Erfið ákvörðun? Nei, ég var mjög glöð. Alltaf aldrei að vinna í þessum bransa forever again. Og svo á sama tíma þá hættir eina stóru konunum sem vann fyrir Ralph líka og hún er strax ráðin til Calvin og hún hringir í mig og fær mig í viðtal og ég var lengi að hugsa og ég sagði við hana ég ætlaði bara að vinna hann í 3 mánuði til að sína þegar ég vildi vita hvernig mér liði og hún hló svo mikið að mér því hún sá alveg ég vissi ekkert hvað ég var að tala og þessi 3 mánuður urðu það 6 árum. Af hverju stekkur þú ekki á þetta þegar símtalið kemur? Af því að ég var hrædd, já, það er hreinlega vegna þess að ég vildi ekki fá aftur þetta leiðindar móral og mér fannst þetta ekki skemmtilegt en ég var svo heppin að vinna fyrir mann sem elskaði prjón. Já, fólki hérna út í Bandaríkjunum elska prjón og hann alveg
hann sá potentialið Ok. og saman bjuggum við til bara og ég byrjaði á sem sagt CK, bara svona CK Sport Já. og svo kom CK og við unnum að, þú veist, það var að byrja að búa til CK Sport á þessum tíma sem var bara fínt fyrir mig að byrja á og þegar ég hætti hjá honum var ég með allt í höndunum og ég bjóð til, ég stækkaði deildina sko upp í það eða prjóna deildina til dæmis hjá Collection yfir því að vera 1/3 hluti af heildar bara, heildar bara sölu framleiðslu hjá Collection dæminu og ég var stærsti kasmir framleiðandi í Bandaríkjunum á þeim tíma. Wow. En það var vegna þess að hann sjálfur Calvin. Já, bara hann sjálfur fattaði. Þannig að, og svo líka rosalega gaman á þessum tíma því að þarna byrjar hann Home Collection líka og það var svo gaman að taka þátt í því og CK Sportlínan og mér finnst alltaf gaman að sjá fólk í dag í svona CK Sport, svona CK gamla logoið og unga fólki í dag semst gengur í því og ég horfi á þetta og það svona bros út í annar munnveggi og segi ef þau bara vissu að ég á orginalinn heima hjá mér. Í alvörinni? En þá rúlaður upp með bandinu utanum. Þannig að þú varst vitnaði bara þegar þetta var til? Þetta sögufræga vörumerki bara? Ég var sem sagt baksviðs allan tíman þegar 3 mánuðir verða 6 árum, greinilega kúltúrun eitthvað aðeins stæðilegri og svona mórallinn á skrifstofunni það var allt annað og ég var með verndarhendi sem var, ég fekk að gera það sem ég vildi og ég var með 2 aðstofamenn í framleiðslu og saman bara we moved mountains eins og maður segir á ensku og ég var komið með versmiður og gagn frá öllum heimsálfum og þetta var gaman. Hvað ert að búa til þarna? Bara hvað sem er? Peysur. Bara peysur? Bara peysur. Og prjón þá sérstaklega? Úr prjóni. Handprjónaði, velprjónað, bara allt sem til var. Og varstu líka inn í, út af það varst að tala um verksmiðu, gólfið og svona, varstu í framleiðslu alveg? Já. Og þú þurfti þá væntanlega að fara á staðinn, eða ekki? Jú, og þetta gerði svo hratt að því að sko CK Jeans og CK Sport, þú veist, það voru 4 línur á ári og svo kom CK Collection þannig, og svo kom Home Collection og þú varst með rosalegan hraða á öllu og til að muna hvað ég hafði gert. Það var ég með svona litla skissubók þar sem ég stakk öllu inni og límdi svo ég myndi ekki endurtaka. Já. Að því að þú þarft að muna og þú ruggla stundu svolítið saman, var þetta fyrir þessa línu eða hina línuna eða, já. Þannig að hraðin var mikill og ég náði að halda svona diaries, bara hreinlega til að ég gæti bara náð utanum mitt eigið dæmi. Já. Og þú fórst oft í versmiðurnar að því að stundu var tíminn naumur og ég held að eina besta lýsing á heilleri Collection sem ég hef gert var það var hringt í mig á þriðjudegi, miðvikudegi fyrirgefðu og mér sagt að ég ætti eiga fund með Calvin á föstudegi og klára línuna fyrir Collection. Og ég var ekki byrjuð en ég hafði gert fullt af pröfum bara svona byrjuð að leika mér á þess að tala við nokkuð, bara búið með það ég tók það allt, búm, teiknaði í 2 daga, mætt á fundin við settum alla línuna niður með litum og öllu og gatni og öllu tilbúin, það voru nokkuð margir klukkutímar ég fór heim, vann alla helgina til að koma sér niður því að á þessum tíma gerður allt í höndunum og skrifaði allt ég mætti í vinnuna á mánudegi og fór yfir allt með framleiðsludeildinni á þriðjudagsmorgni var ég komin upp í flugvél beint til Hong Kong ég spekkaði alla leiðan og gerði alla vinnuna lenti í Hong Kong beint í versmiðurnar afhendi alla línuna átti svo 10 daga biðtíma þar sem ég fór á hverjum degi í versmiðinu og svaraði spurningum mætti síðan og fittaði alla línuna í versmiðinni flög svo heim
og 2 vikur seinna var 2 stykki mætti sjórúmið. Svo hefur væntanlega lagt þig bara. Svolítið ég svaf í flugvélina á leiðinni heim. En var þetta líka hraðin í bransanum? Þetta var hraðin í bransanum. Og þú veist, þegar ég hugsa eitthvað svona tísku og svona, þetta er svolítið mikið partí, þetta svo mikið svona smá harka, ég kemur ekkert óvart að stemmingin innan Ralph Lauren hafi verið smá svona fólk með horn í síðu, eitthvað annars og drama og svona, þú veist, er þetta líka alveg tíðarandinn sem í gangi? Það margt breyst í dag. Okay. Og fólk kannski skilur ekki að bak við hverja tískusýningu sko í fyrsta lagi margra mánuða að vinna bara til búið til fötin og svo tekum við tímabila sem út að setja þetta saman. Já. Það ekki alveg ákveðið með teikningum þegar þú byrjar að hanna. Þú ferði í gegnum hvaða fagurfræði þú ert að setja á sýningapallin. Já, þannig að setja upp sýninguna sjálfa. Setja upp sýninguna sjálfa. Og það mikilvægt? Þessar sýningar mikilvægar? Þessar sýningar selja allt sem í fyrirtækinu. Ok, þannig að þetta bara stóð og stytta. Þetta stóð og stytta í fyrirtækjunum því að þetta besta auglýsingin. Og það má eiginlega segja að þeir selja skóna og ylvötnin og allt saman að því að þarna kemur þessi stóra auglýsing. Og það ennþá þannig í dag? Jáp. Það? Ennþá sýningarnar sem eru sem eru bara búa til peningi, þú farð ekki betra auglýsingar. Ok. Já, ok. Ég hefði kannski trúið að þetta myndi breytast eitthvað með svona fjölmiðlalandslæginu og svona. Nei. Bara, þetta snýst allt sýningarnar. Sýningarnar eru það sem fyrirtæki leggur fram sem fagurfræði. Já. Og sýningarnar, fólk kannski skilur ekki alveg hvað gerist, hvað mikilvæga sýningarnar eru. Nei, ég gerir mig enga grein. Já, og allir halda að þetta snúist bara mótilinn. Já. Það svo langt í frá. Umræðan fyrir svolítið á mótilinn. Já, og ég hef alltaf talað að ég les sýningarnar öðruvísi heldur en venjulegi maður. Ég les sýningarnar sem svona þögult leikhús. Já. Þögult leikhús því að ég horfa á fagurfræðina, ég horfa á silhúetturnar, ég horfi á síddina, ég horfi á fagurfræðina, ég horfi á hvernig mótilin eru sett fram og litina og hvað því að ég kannski kann að taka hvert outfit sem sagt, í sundur og segja þetta jakki, pils og buxur, þetta jakki, blússa, peysa, svona pils, þannig að ég get tekið það allt í burt og sagt já, þetta eru 3-piece, þetta er kjóll, og lesið línuna. Því að hún er kannski ekki mjög breið, en hvernig hún sett saman það sem skiptir máli. Okay. Og músikinn og andrúmsloftið, þetta ákveðin fagurfræði. Og gefur upp rosalega mikið af upplýsingum, það teksturinn í efnunum og þú ert að skoða þetta svolítið til að segja já, þetta er falleg lína og mikið þetta flott snið og þannig að ég kannski les ekki sýningarnar sem hvaða mótil að ganga eða hver mætt á sýninguna eða fyrir mér það kannski ekki alveg málið, ég horfi á það sem á pallinum og skoða þetta eins og ég segi þetta svona þögult leikhús. Já, ég segi nú bara Guði sér lof sko, að einhver með þína kunnáttu sé ekki bara pæli hvaða mótil að mæta eða hverjir mæta að horfa á sýninguna eða svoleiðis. Nei, og það skiptir allt máli. Þú veist, því að mótilin mæta á síðustu, þú veist, bara vikunni og herinn make-up mætir á síðustu vikunni en það alveg óbáslega mikið af fólki sem búið að vera hann kannski 9 mánuði að búið þetta til. Og líka mikið undir fyrir Calvin Klein sem svona risastórt merki í dag á þessum tíma að bara þarna, bara þetta okkar stóra break. Þetta alltaf. Það engin afsláttur. Það engin afsláttur. Það engin afsláttur á sýningum. Sýningar eru það mikilvægar fyrir þessi fyrirtæki. Sauð aldrei upp úr bara í, þú veist. Jú. En sko, það svo fyndið, Steinunn, að hugsa út í þetta. Það ekki eins og að það sé verið að bara bjarga mannslífum á þessari sýningu. Það bara verið að reyna að gera eitthvað fagurt og flott og
og setja upp eitthvað sem fólk stolt af og öðru fólki langar í og í rauninni bara selja flíkur ef maður ætlar að horfa á það svoleiðis sem er þetta dapurt sjónarhótt sko en það er svo gaman hvað verður til svona bara mikið urgency í kringum þetta, bara mikilvægi fyrir því sem maður er að gera. Ég held ekki að fólk skilji kannski ekki að kannski bak við hvert fyrirtæki eru $100 milljónir í investments í bara öllu. Fannst þú fyrir því að þarna var peningapressa? Þetta er spurningum að sýningarna gangi vel og þú fáir góða kritika á hana því að það hafi áhrif á sölu. Já, þú fannst alveg fyrir þetta var rekstur. Þetta var spurning, þetta er rekstur. Og það er ekki nokkur einasti fatahönnur sem bara hendir peningum út í lofti. Þetta snýst allt rekstur. Wow. Og ég held að Ralph sé eini fatahönn í dag sem er eiginlega bara á Wall Street. Já. Og fyrirtæki hans þegar hann fór á Wall Street var $1 billion fyrirtæki. Og þú veist, þetta eru svo miklar upphæðir sem þú ert að tala Já. Þannig að fólk kannski skilur ekki alveg að, já, sýningarna kosti ekki $1 billion en Nei, það liggur svolítið mikið undir. Einmitt. Fannst alveg fyrir pressunni þarna úti? Já, það bara og öllum fyrirtæki sem ég hef unni fyrir bara, það er rosaleg press á sýningum. En hvað með bara sjálfa þig? Þú veist, gerur þú mikla kröfur á sjálfa þig? Ég ger alltaf kröfur og það er kannski ég efast alltaf nýja línu hjá mér en þann dag í dag. Ég held að ef þú ert fullviss þá ert ekki að hjálpa sjálfið þér yfir í næstu línu. Okay. Ég tel mig alltaf geta gert betur. Alltaf. Og er alltaf að reyna að gera það í næstu línu og þannig held ég mig gangandi. Fólk heldur alltaf að maður sé fullur af sjálfstrausti og þannig allavega er ég ekki þannig. Fannst þér erfitt mögulega að horfa á bara sýningum með þínum fatnað og þú hugsaðir þetta er ekki, ég er ekki alveg komin ég hefði viljað nostra aðeins meira við alltaf aldrei sátt og meiri segja sko þannig að ég get stundum ekki hort á línunar eftir ég er búin að presentera það þetta fer þangað algjörlega wow. En það er bara ég Já. Sumir eru ánægðir og sumir geta þetta en ég þarf bara svona að loka og segja bara ok, ég get ekki hort á þetta Já. Og ég hef einu sinni farið í myndatöku þar sem ég gat ekki hort á myndinar í marga mánuði og svo því ég loksins opnaði þetta aftur og sagði bara mikið er þetta fallega myndir Já, þegar þú varst tilbúin til að horfa og það kannski sýnir alltaf þetta self-doubt sem margir hönnuðir og kannski listamenn hafi, ég get ekki tala fyrir mig sko og ég held kannski að það svona sýnir bara að ég er að reyna alltaf að ná í einhverja fullkomnun sem kannski er ekki til. Ok, en hvar finnst þér svona eins og þér, hvenær ertu sátt við það sem þú ert að gera? Ég er kannski sátt í einhver tíma og svo líður það hjá því ég þarf að takast á við næsta. En það er ekki líka bara smá fallegt, að þetta sé bara óendanlegt verkefni? Þetta er alltaf óendanlegt verkefni og ég segi sjálfa ég ætla að gera þetta þangað í dag. Já. Ég ætla ekki að hætta að vinna eða Ég held að sé einhver passion í því að bara vilja að gera eitthvað sem alla þína tíð sem það hefur náð svo miklu bara tangarhaldi á þér að þú elskar að gera það bara eins og tónlistamenn eða myndlistamenn eða það er bara gaman og leikarar, þú veist frábæri leikarar 80 eitthvað það er bara frábært dæmi og ég sé alveg að það býr til kannski eitthvað betra þú veist, síðan var að leita allar minn æfi og arkitektar, þú veist, ég held að hann hafi verið 92 þegar hann hafði Guggenheim-safnið sem er talin fallegasta bygging í heimi eða með fallegri byggingum í heiminum. Þannig að þetta snýst kannski ekki aldur. Nei. Það snýst kannski reynslu og hvað mikla þekkingu þú hafir. Og mér finnst það alltaf skemmtilegt að sjá að í handverki hvort sem það er myndlist eða eitthvað eins og þú veist, þú sér það í brushstrokes hjá myndlistamanninum, hvað hann er með þjálfaða hendi
og ég kannski alltaf að leita þessu, þú veist, þessi þjálfun, þessi mikla þekking. Og fyrirtækið mitt í dag 22 ára, ég stofnaði árið 2000 og ég verð að viðurkenna að mér finnst það ekki leiðilegt. Þú verður að viðurkenna það? Mér finnst það ekki leiðilegt að eiga fyrirtæki sem svona gamalt. Nei. Ég eiginlega vil meina að það sé bara frábært að það sé til fyrirtæki á Íslandi sem eru svona gömul og í fatabransanum. Já. Því að fatabransin á Íslandi kannski öðruvísi heldur en úti. Já, geta alveg ímynda mér að hann sé aðeins óstöðugri. Aðeins óstöðugri og það ekki kannski þessi mikla reynsla sem við höfum fengið ennþá. Nei. Sem alveg þú finnur fyrir erlendis. Já. Og það kannski mikilvægt að þessi reynsla svona fari að það séu til fyrirtæki sem eiga góða og flotta reynslu hér heima. Já. Akkurat. Þetta mögulega bara eitt elsta fatahönnumerki landsins? Nei, ég get nú ekki kannski sagt það en kannski með þeim eldri. Já, með þeim eldri. Já, sem eru starfandi. Já. Og ná að starfi gegnum áratugina. Já, það kannski og mjög gaman þegar ég var að endurnýja vörumerki mitt að hann sagði, já, þetta þá sömu kennitölu. Já, einmitt. Ég tók það sem stolt af því. Akkurat. Og það kannski það fallega í söllu að það sé til rótgróin fyrirtæki í fatabransanum. Já. Að því að fatabransin á Íslandi mjög lítill. Og eins og ég segi, með hverjum áratug þá kemur meir og meiri þekking og það líka skemmtilegt. Einmitt. Og fatabransin hér, hann á eftir að stækka. Og ég hef gert eitt sem ég lærði einmitt hjá Calvin að það að eiga arkæf og þá á ég allt sem ég hef hannað. Ok, skissur eða bara loka hannanir? Já, loka hannanir og allt, já, allt. Þannig að fyrirtæki mitt sem sagt mjög ríkt af sem sagt sem slíkt, það allt til. Einmitt. Og það nú eiginlega þannig að stundum fyrirtæki betri þegar einhver annar tekur við þeim. Já. Þannig að ég vonast þess að eftir minn lífdaga þá sé ykkur sem taki við fyrirtækinu og taki það lengra. Og þá sagan allavega til? Þarna. Sagan öll til. Vá, þú ert alveg að hugsa þetta svona? Við þurfum að eigna svoleiðis fyrirtæki. Já. Við þurfum að eignast fyrirtæki sem, og frá þessum tíma, ekki bara gömul því að eins og sjóklæðagerðin, gamalt og rótgróið fyrirtæki, við þurfum að eignast frá þessum tíma. Já. Frá tíma sem, þú veist, fatahönnunin byrjaði að kenna hann í háskólanum og ég stofna mitt fyrirtæki þar sem fatahönnunin, árið sem fatahönnunin byrjaði að verða að námsefni í listaháskólanum. Þannig að við þurfum að eiga fyrirtæki frá þessum tíma og skoða það. Það segir nú líka bara hvað þetta brautriðandi hvað þú ert að gera á þessum tíma, þegar þú ert að læra þetta. Þú ert að stofna fyrirtæki á sama tíma að byrja að kenna fæið. Já, það á þessum tíma þannig að ég sé svolítið að á einhverjum tímapunkti þá munu við versla af íslenskum fatahönnum eins og við gerum erlendis. Það væri svona einhver draumur hjá þér? Já, íslensk fatahönnafyrirtæki þau að stimpla sig inn sem bara sem góð fyrirtæki og fólk að versla íslensk fyrirtæki og það frábært að sjá það því að þá erum við að segja að það sé verið að hanna fyrir okkar skilyrði. Við hér heima erum í svona fatnaði, við búum í svona veðurlag, hér svona ákveðin fagurfræði í gangi og það finnst mér rosalega mikilvægt að við stimplum okkur inn sem og við okkar eigin fagurfræði á Íslandi en ekki bara einhverja annara. Að því að okkar fagurfræði hún ekki eins og annara því miður bara ekkert endilega því miður. Já, fólk talar alltaf að íslenska áhrif séu þú veist þreytandi en ég vil meina þau séu frábær. Já, ég að segja einmitt. Já, það og íslensk náttúra á bara stóran þátt í því. Hún öðruvísi. Bara, við sjáum það bara hvar annars staðar í heiminum getur kyrkt í klukkutíma og horta á nýtt hraun. Já.
Og er það mikilvægt fyrir einhvern sem að hanna flíkur? Það mjög mikilvægt. Það svo mikil textur í því. Okay. Sem hægt að nota og vinna með. Það óendalegu möguleikar á að vinna með þennan textur. Og þetta segir þú sem hefur farið út til Mekka hönnunar og verið dýpst í tískubransanum? Bara segi það bara frá hjartanu. Það mikilvægt að skoða hvað þetta litla, því að Ísland gefur okkur, ef þú horfir á það, að alast upp á Íslandi og keyra fram hjá jöklinum og horfa á norðurljósin og horfa á snjóin, nýfallin snjó, frostbarinn snjó, allt þetta sem gerist í okkar umhverfi, hraunið, það hefur áhrif. Það hefur algjört áhrif á hvernig við sjáum heiminn. Já. Og þetta litlu hlutunum. Og þetta svona, býr til svona, eins og ég hef útskipt fyrir vinum mínum erlendis, it creates a vivid imagination. Já. Að búa á Íslandi og horfa á þetta, sjá eldgos og jökla og grænan mosa og sanda og þetta svona fagurfræði sem þú far kannski ekki ef þú býrð allt þitt líf í New York. Já, mitt. Og þetta gerist bara ómeðvitað? Þetta gerist ómeðvitað. Sem svona, það ákveðin svona, að það ákveðin hlutir sem að ég búin að vera að skoða einmitt sem eru ómeðvitaðir. Og eitt það að við gerum okkur til dæmis ekki grein fyrir því að við fæðustum ekki með þekkinguna að klæða okkur. Fæðumst ekki með þekkinguna að klæða okkur? Nei. Við lærum hana af fólkinu sem hugsa okkur sem börn og kennir okkur að klæða okkur. Já. Þín móðir kennir þér að fara rétt í skóna og reima skóna og klæða því í úlpu þegar það rigning eða kalt og fara í reggalan þegar grenjandi rigning og þú ert að vera fínn á jólunum og fara í boðin þér kennt þetta. Já. Þú fæðist ekki með þetta. Það ekki í eðlinu að fara í jakkaföt í... Já. Nei, þú lærir þetta. Og í leiðinni þá mynda svona ákveðin minning í vöðvum okkar og ég hlæ ofta því ég tala að það ekki ég, hugurinn, mitt eigið sjálf sem klæði mig, það minningin í líkamanum sem að klæða mig. Því ég get verið að tala við mannin minn og ég man ekki í hvaða sokk ég fór fyrst í eða hvaða fótur fór fyrst í buxurnar. Já, þetta bara algjör vani. Þetta bara vani og líka minn geymir þetta. Og föt geta verið svo ofboðslega bara þegar við förum að skoða þetta í svona einhverju samhengi og mér finnst alltaf jafn gaman að segja fólki frá því að það líkaminn sem klæði, það ekki sjálfið þitt sem að skoða það hvernig þú ert að klæða þig. Já. Og líkaminn getur verið svona, við förum og við erum að vernda líkama okkar og fyrir öllu bara því sem gerist utan að komandi áhrifum hita, kulda. Og við klæðustum öll flíkum hvar sem í heiminum. Það allur heimurinn sem klæði sig þegar fyrsta skíma morgundagsins lítur ljós. Já. Hvar sem þú ert. Einmitt. Þannig að hvernig sem fötin eru búin til og hvaða vinnu sem þú ert í og hvaða trúalegs eðlis, það klæða sig allir. Og mér finnst svolítið gleymast í þessari umræðu að það sé svo mikið af ekstra fötum í heimanum. Við þurfum öll að klæða okkur. Já. Og við búum í einhverju umhverfi þannig að manneskjan þarf einhvern ákveðin fjölda af fatnaði. Frá hún fæðist og þangað til að hún fer í fötunum í gröfina og þá eru yfirleitt líkin klædd í fatnað. Já. Þannig að þetta svolítið mikilvægt. Einmitt. Þetta eiginlega frá upphafi til enda. Alltaf verðum við í fötum. Nema þegar við erum í okkar eigin privacy eða heima hjá okkur eða gera það sem við þurfum að gera. En við erum alltaf í fatnaði. Já. Publicly, við erum alltaf í fatnaði. Já.
og það má ekki gleyma því. Það er spurning hvernig þú ferð með fötin og hvernig þú tekur á þínu eigin málefni sem skiptir máli. Þannig ef að allir myndu ekki minnka við sig eina flík á ári, myndu við spara. Ef við öll tækjum okkur sjálf í gegn, myndi það vera rosalega mikið mál. Að geta gengið í sömu flíkinni, kunnaðanótana, breyttinni, þannig að við séum ekki að kaupa alltaf nýja flíkur. Ég vil meina að þetta sé lykil atriði hvernig við minnkum þessa fataframleiðslu í dag. Því þú þarft ekki annað en að hugsa til 1950, flíkurnar voru, úr mjög góðum efnum og þær dugðu. Já. Keyptu það frekar. Keyptu flík sem dugar úr góðu efni. Það skiptir máli. En fannstu til dæmis þegar út af við vorum að tala hversu mikill rekstur þetta væri, að það væri verið að svona stytta sér leiðir með því að nota ódýrara efni eða ekki? Þótt í hátísku það bannað. Getur þú skilgreint hátísku fyrir mig? Hátíska sem sagt fyrirtæki sem eru leiðandi í tísku. Ok, þannig að Calvin Klein, Ralph Lauren og allt þetta. Já, Prada, þetta allt fyrirtæki sem eru leiðandi í tískunni. Og þarftu þá að vera að einhverju stærð til þess að geta kallað þig hátísku fyrirtæki? Eða? Já, þú hefur áhrif á umheiminn. Já, ok. Þú hefur áhrif á það sem er að gerast. Ok, og þar leiðandi einhver ábyrgð? Og ábyrgð. Og það er eiginlega þannig að í hátískunni að, og ég er ekki að tala haute couture, það er bara annað dæmi þar sem bara einhverjur árfáir einstaklingar í heiminn geta keypt þetta handsaumaða dæmi. Það er kallað haute couture. Já, það er náttúrulega beinþýtt hátíska, eða ekki? Já, þetta er svolítið á Íslandi, þá er þessi orðaforði kannski ekki... Alveg svo sami á það núti? Nei. Ok. Pret-à-porter sem þýðist kannski wear now, að vera í núna, er kannski þessi fyrirtæki sem ég er að tala um. Já. En þau stimpla sig inn sem hátísku fyrirtæki í þeim geira. Já. En haute couture dæmið er bara fyrir mjög fáa einstaklinga í heiminum og það er bara búin til ein flík. Og dæmi svoleiðis vörumerki eru? Það eru mörg þekkt fyrirtæki eins og Chanel og fyrirtæki sem framleiða líka pret-à-porter sem eru þar inni. Ok. Já. Og það er bara eintakið mögulega, bara eitt eintak? Eitt eintak framleitt og það er hans með. Og það er bara venjan að það sé eitt eintak? Það er bara eitt eintak. Wow, ok. Þannig að þú ert að borga verðlag fyrir það sem við, Ok. Og það er enginn á Íslandi sem er að kaupa það í dag. Nei, hefur þú framleitt eitthvað svoleiðis? Ég hef ekki unnið í haute couture, nei. Nei, kannski líka aðeins færri sem er að vinna í þeim bransa býst ég við? Já, það er öðruvísi áherslur og þeir fatahönnur sem er að vinna við það geta að kalla sig listamenn, því að þeir eru listamenn. Og það eru mjög ströng skilyrði hvernig þú setur þær línur og sýningar fram. Já, ok. Það er alveg svona vinnuverklag í kringum þetta. Já, sem fólk kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir. Þetta eru hefðir, gamlar hefðir, reynsla, þekking, hugvit og bara mikil þekking á efnum að sauma úti og gæði efna, það er alveg rosaleg þekking þarna inni. Ég vil nú kannski meina að þegar þú ert búin að skoða þetta allt í gegnum tíðina að þá ertu kannski farin að sjá hvar er ábóta vant í fyrirtækin sem kannski selja mesta fatnaði eins og Zara eða H&M eða þessi fyrirtæki, þau kannski eru ekki alveg að nota góðu efnin því að þau eru, og kannski frágangur ekki til fyrirmyndar, en ég ætla ekki að vera dómar það. Nei. Kannski er þetta bara fínt hjá þeim en það er líka viðskiptavinurinn sem þarf að vita hvað hann er að kaupa. Þetta. Kjósa með peningun? Kjósa með hugviti. Kjósa með hugviti, hvaða miklu, eins og ég segi, við fæðistum ekki með þessa þekkingu.
þú kaupir góðan bíl og þú skoðar allt bílinn og kannar hvað hann gerir fyrir þú allt það, kannaðu. Já, akkurat. Farðu og lærðu meira þegar kemur að fatahönnun og hvað ertu að kaupa fyrir þig? Ég geng til dæmis bara í náttúrulegum efnum og framleiði bara úr náttúrulegum efnum, búin að gera það frá upphafi. Náttúrulega efni eins og ull, bómull, hör, silki, bara þessi gamlu, góðu, náttúrulegu efni. Og ónáttúrulega efni eins og polyester eða... Bara, já, alls konar, alls konar efni sem að í það þau eru bara ekki að finna í mínum arkæf eða í minni verslun. Ok. Og það kannski það sem skiptir máli. Kannaðu. Myndaðu þér skoðun. Bara eins og þú kaupir í matinn og þér finnst þetta ekki gott og þú vilt svona góðan mat og þú vilt þetta og eins og þú kaupir í bíl. Já. Farðu og lærðu. Bara hvað gerir fólk? Og mér finnst alltaf gaman að segja frá því að þegar ég var að vinna í þessum fyrirtækjum erlendis að þá til dæmis vildi ég ekki blanda kasmírin. Ég vildi ekki kaupa kasmír og silki, ég vildi ekki kaupa kasmír og ull. Af því að þó hann væri ódýrari þannig, þá var ég að taka þetta rosalega góða efni og aðeins að taka það niður. Já. En það er svona það sem ég er að tala með að stytta sér leið. Það er, þú veist, þetta er kasmír, en þetta er ekki alveg 100% kasmír. Já, þannig að, þú veist, ég vil meina, og það er til alls konar kasmír. Það er til kasmír sem er ódýr í dag og þú veist, og það er kannski ekki alveg það sem ég myndi ráðleggja fólki að kaupa því að þá er hann kannski ekki spunnin nógu vel því að allur kasmír í heiminum í dag kemur frá innri Mongólíu, bara þá er ég að tala bara frá sem sagt hvernig byrjar kasmír framleiðsla og hvað er þetta spunnið allur kasmíri sjálfur bara hrár kasmír kemur frá innri Mongólíu og fer niður hérað í Kína sem heitir Ningxia og þar eru verksmiðjur sem og kasmír er svo dýr að því að það er svo opbóðslega dýrt að vinna að spinna hann og gera og þar koma öll stór fyrirtæki í dag og kaupa þennan hráa kasmír og svo kallað Grace Goods eins og það er kallað á ensku og síðan fara þau annarkvort til Ítalíu eða Skotlands, þar er það spunnið og þá er það þekkingin sem myndast hjá þessum kasmírspinnara og versmiðum annarkvort á Ítalíu eða Skotlandi, þekking þeirra sem er mikilvæg, hvernig kasmíri fungerar og hvernig þú spinnur hann og hvað ert að spinna hann mikið og hvað þú setur hann í þurrkaran í margar sekundur og þetta er rosalega nákvæmisvinna. Þess vegna er hann svona dýr og þú finnur það og kannski bara því að ég kann það að finna þegar að koma við ullin og segja ok, ég finn hvernig hún er spunnin og það er eitt annað sem fólk klærar með því ég ger þetta prjónavoð getur verið of þvegin þannig að hún var á lengi í þvottinum og þvegin með aðeins of háu hitastigi og kannski þurrkar hann mínútu lengi og ef þú tekur hann og setur hann upp á eyranu kemur svona brak þegar það gerist og ég hlusta á prjónavoðina og ég veit þetta hljómar eins og ég sé alveg gjörsamlega en þetta er hægt, þú hlustar á hana og þá set ég flíkina niður aftur og ég kaupi ekki hana því að þá veit ég að það er ekki búið að fara í gegnum þessa nákvæmisvinnu og þú veist að verðið er ekki eftir og gæðin eru ekki bara með því að vita þú þarft ekki að koma við og það er svolítið þannig að föt þau láta okkur líða mismunandi þú getur farið í flíkina og hún getur veitt þér hlýtt og hún getur veitt þér una því það er svo gott að vera í henni
og þú brosir af því að þér líður vel eða þú ert rosalega pirraður af því að það eitthvað sem svona og undir í handveginum eða í klofinu eða efnið irriterað þig eða, og fyrir mig til dæmis, ég á rosalega erfitt að vera í efnum sem búa til hljóð, svona squeaky hljóð. Það bara ekki til í mínum fataskáp af því að ég heyri þetta. Þannig að þegar maður fer svona onni og fer að kanna hvað föt gera, þá það ýmislegt sem að við þurfum að skoða. Og mér finnst alltaf gaman að tala hérna þegar þetta invisible line of privacy fyrir fatnað sem ég finnst rosalega skemmtilega að segja frá. Invisible line of privacy. Já, af því ég má sjá þig í fötunum þínum sem þú ert í núna. Svo ferðu heim og þú tekur skyrtuna og hengir henn á herðatrein í skáp og þú lokar skápnum. Og þá myndast þessi invisible line of privacy því ef ég myndi opna skápinn minn og ég var í heimsókn, var ég að reiðjast inn á þitt privacy. Einmitt. En ég má sjá þig í flíkinni. Og það við búum til þetta hólf sem nefnist fataskápur. Já. Og ég myndi að skrifa þetta í mastersviðgerðinni minni. Þetta hólf, það sem við geymum þetta second skin af okkur og við geymum það vel að við geymum það bak við lokaðar dyr í flestum tilfellum og það má enginn skoða það. Sem mjög sérstakt. Rétt, þegar þú segir það. Þannig að þessi invisible line of privacy sem ég finnst náttúrulega óskaplega skemmtilegt að tala og fyrirgefi ég að skrifa ritgerðin á ensku þannig að ef ég slett of mikið þá það bara vegna þess að ég ekki alveg nógu fljótt að þýða aftur yfir á íslensku, ég byrst afsökunar. Besta leið. En þessi invisible line of privacy, hún bara svo óbúslega merkileg hjá okkur. Að því að ég vil meina að fötin geyma svona annál okkar. Annálinn af okkur í flíkinni. Það eru matarblettir. Það sést hvað búin að nota flíkina mikið með götum og nutti og minningarnar, það kallað minningar, memories, allar þessar hrukkur sem búast til eftir líkamann. Já. Og þá múlum við sjá það að þína hrukkur á öðrum stað, kannski ofar eða neðar hjá okkur öðrum eða, sem fari í sömu skyrtu. Stöðutákn alltaf? Stöðutákn. Og bara merkið. Merki, já. Og við erum í sjálfum sér að klæða okkur fyrir þennan leikþátt sem daglega lífið að segja okkur að gera. Já. Þannig að þegar þú ferð að brjóta þetta niður í svona aðra þætti þá eru föt mjög skemmtileg að skoða. Og það má eiginlega segja að í fötunum sé sem sagt the constitutions of our self. Þú finnur það þar. Einmitt. Með öllu þessu sem að þú hefur skilið eftir og meiri sé að lyktinni. Já. Og það að þú hafi valið þér því að ég gerir mig fulla grein fyrir því að þegar þú ferð inn í verslun að velja fatnað, þá kemur við hana. Þú byrjar að því að koma við hana. Það svona, fólk gerir það ósjálfrátt. Það kemur við. En þá myndi eitthvað segja að ég bara komið bara til þess að færa hana eða aðeins til að sjá betur á hana. Nei, bara komið við efnið. Og það bara ósjálfrátt. Já, og ég til dæmis versla aldrei fatnað á netinu að því ég get ekki komið við efnið. Já. Og við erum þá farin í staðan fyrir að velja sem sagt flíkina eftir að viðkomu og hvort okkur líkar við efnið ekki, þá erum við farin að velja fatnað sem lítur út á mynd og segir okkur og svo koma orðin. It's very soft fabric, þú veist, og þetta náttúrulega alltaf á ensku og við verslum mikið á netinu og þetta úr þessu efni og allt þetta. Ef við náum ekki þessari viðkomu. Nei. Það annað, þannig að við erum búin að taka þetta millistig sem þessi viðkoma og þessi snerting
sem við þurfum svo í lífi okkar að viðhalda fyrir fatnaði, við erum búin að taka hana svolítið í burtu. Þannig að þið finnst mikilvægt að halda í verslanirnar þar sem fólk getur mætt mjög mikilvægt af því að ég kaupi ekki flík eftir orðum. Nei. Ég kaupi flík eftir viðkomu og hvort hún passi mér og hvort hún irriteri mig eða hvort efni búið til hljóð sem ég get ekki verið í. Þannig að ég að taka það í burtu með því að bara fara sjálf í búðina og versla. En ég kannski skrítin. Já, fullt af fólki sem verslar á netinu og ef það hendar þeim þá það bara hið besta mál. En kannski að ég sé búin að kafa á djúptir orðinu og mikil nörd í þessu dæmi. Það gæti verið. Það gæti verið, en ég allavega í dag versla ekki sjálf á netinu. Nei. Og saman með flíkurnar sem eru keyptar af þér, það allt bara í gegnum verslunum? Ég ekki á netinu. Þú ert ekki á netinu? Ég ekki á netinu, ég sel ekki neitt á netinu. Það bara verslunum? Gluggalausa og fólk þarf að ramba þann inn? Já. Það alveg gott prinsip. Það í sjálfum sér skrítið prinsip, en ég vil líka meina að það sé fegurðin í New York. Þú finnur eitthvað og gengur inn og þá það mín fegurð. Já. Og þá hefur við uppgötað eitthvað og það upplifun að koma inn og sjá eitthvað. Þannig að ég vil meina að það sé líka skemmtilegt að skoða og gera. Að fara inn í eitthvað fyrirtæki bara eins og hér og verða fyrir þessari ofboðslegri upplifun. Að þetta heimur sem svo ofboðslega fallegur. Já. Og það fagurfræði þar í gangi sem ekki allara og það bara allt í lagi. Fagurfræði bara eitthvað sem fólk þjálfar með sér og bara eins og þú lærir að klæða þig. Fagurfræðin þín, þú þjálfar hana sjálfur og það geta allir ítt sjálfum sér í fagurfræði með því bara að pröfa sig áfram. Einmitt. Og breytt sinni fagurfræði yfir vilja, það bara að pröfa og hætta ekki að pröfa því leið og gerir það þá ertu kannski að stöðva þig sjálfan sem einstakling. Þetta svona svolítið expert pælingar hjá þér og svona mikil nákvæmni í þessu og fyrir lengra komna myndi ég segja. En eitthvað sem maður vildi líka, sko, eins og þegar þú ert að segja kjósa með hugviti, maður væri alveg til að vita betur hvað maður að kaupa og sýna þið meiri áhuga. En einhvers staðar svona dreifum maður línuna bara út frá eigin áhuga eða bara tíma hvað nú og kannski gera það sem fljótlegast eða einfaldast. En eins og bara allt þetta sem þú ert að lýsa, ég meina, og hraðinn sem var út í tískuheiminum þegar þú ert að starfa í hátískunni, var alveg gefið rými fyrir þetta? Þess alveg sýnt virðing af fólki sem að reyna að selja eins mikið að gallabuxum og þau geta að hönnuðurinn kemur frá sér einhverju fullunninni vöru og að það búið virðing fyrir því líka af sölufólkinu og í öllum deildum fyrir neðan eða ofan að eitthvað vara þarf að birtast viðskiptavinnum eins og þið sjá hana fyrir ykkur? Algjörlega. Og viðkoman þarf að vera eins og við viljum að hún sé. Og þú hannar líka út frá viðkomu og öllu þessu? Allir bakinn. Það ekkert eitthvað sem að gerast núna í seinni tíð? Nei. Og talandi að mín sýn á að þú veist, fólk hefur ekki tíma í dag. Þú kaupir ekki bíl og hefur ekki tíma. Þú kaupir ekki bíl á netinu bara sér svona. Þú kaupir ekki matinn bara sér svona. Þú veist alveg hvað þú vilt borða. Einmitt. Að kaupa bara fatnað af netuna því þú hefur ekki tíma, það ekki alveg sama hugvit sem þú ert að setja í það eins og að það sem þú setur ofnið því að það sem þú keyrir eða íbúðin þín eða sófinn sem þú setur í, þú pröfar allan að setja í sófann og þú kemur við hann, þetta í öllu. Einmitt. Og þetta náttúrulega verður líka með, þú veist, eins og bara fast food, þá byrjað að koma menning af slow food og fast fashion, að væntalega eitthvað til sem heitir slow fashion eða kannski eitthvað betra nafni yfir það? Það heitir slow fashion og það bara þýðir að þú ert bara aðeins að staldra við. Já. Og svona horfa og segja bara, heyrðu, ég ætla aðeins að skoða. Já. Ég ætla aðeins að taka fötin mín líka í gegn bara eins og þú ert að gera við heimilið þitt eða eitthvað annað og það svona fólk fer inn og inn í verslanir og kaupir á miklum hraða. Já. Ég ger það ekki af því að ég vil vera í því besta. Ég vil að líkami minn sé í því besta og ég gengi náttúrulegum efnum af því að ég veit ekki hvernig þessi efni sem eru úr einhverju öðru brenna. Já.
Þannig ef að óvart fer ámillum eins og ull brennur ekki, hún eiginlega slekkur þessi sjálf, þannig að ég vil vera í ull. Þannig að ég vil passa, ég kynni mér efnin áður en ég fer í þau. Og það finnst mér bara skipta máli fyrir mig. Já. Og það kannski það sem ég að segja, það var mjög áhugavert fyrir fleiri að setja sig í þetta og skoða til að við getum aðeins fara að minnka þessa fatasóun. Já. Bara nákvæmlega eins og við erum að gera með matarsóun. Í hverju hvað ætla ég að borða? Og hvað ætla ég að klæða mig? Og hvað ætla ég að kaupa marga sófa í lífinu? Ætla ég að kaupa bara eitt sem dugar mér í 20 ár? Og ég til dæmis eina þeim, bæði ég og maðurinn minn, við klárum hlutina. Bíllinn minn dó út á túni 17 ára gamall. Og það var frábært. Bara kláraði það? Já, hann kláraðist. Og við eigum ennþá hlutin og við leifum þeim að klárast. Já. Jú, það koma blettir og það ýmislegt og það annállinn sem felst þá í sófanum eða húsgagninu. Það svolítið gaman og þegar hann alveg búinn eða láta gera við hann, ég hef gert það. Sófinn minn heima hjá mér frá 1968 og hann æðislegur. Já. Þannig að þú ákveður hvaða leið þú ætlar að fara. Einmitt. Ég var að tala út á að segja þetta, ég var að tala hérna bólstrara daginn, hana Beggu bólstrara. Og hún var að tala að það var mjög vinsælt hjá sér núna að ungt fólk sem var að byrja að búa komið með gamlar möblur og láti hvað maður að segja? Bólstraðar og gera við. Já, bara gera þær upp í rauninni, bara einfalda. Hún var að sýna myndir og þetta var alveg magnað og ég líka hugsaði, hversu gaman fyrir bara einhverja íbúð að hafa svona sálugt húsgagn, einhvern stól eða eitthvað sem að amma eða langafi átti eða hvað það og þetta svínlúkka líka, þetta ótrúlega fallegt. Og þetta það sem ég að tala um. Akkur ekki bara hægt að búa til eitthvað þá til hlutinir klárast. Já. Og þeir bara búnir. Og hún sagði líka þarna sem var mikilvæg punktur að ég var að hugsa, bara, þetta ekki bara morkið og ónýtt þegar þú ert að gera við þetta? Hún bara, nei, allt þetta gamla stöfi bara gæða það nefnilega máli, hlutinum voru velgerðir og það fullta lífi eftir í þeim og það kannski áhugavert fyrir okkur að fara að skoða það í sambandi við fatnað. Það fullta lífi eftir í fullta flíkum. Hvernig get ég endurnýtt hana, hvernig get ég búið til nýtt lúk, hvernig get ég í staðan fyrir að fara bara alltaf í flíkina og gera ekki neitt við hana, þá getur þú fundið ýmsa leið, þú getur verið í kannski, pröfað eitthvað nýtt við hana, sett belt á hana eða þú getur gert svo mikið við hana án þess að hún verða alltaf bara sama gamla flíkin og það kannski það sem að maður að reyna að segja við fólk. Þú getur nota flíkina á marga vegu. Já. Hún ekki búin. Nei. Og ég set bætur á olbúa og ég gerir við og það fullt eftir í flíkinni. Já. Og verslun mín gerir við allar peysur sem Steinun sem sagt hefur framleitt. Einmitt. Og það bara hluti af því að halda þessu áfram. Fólk á að klára peysunar. Auðvitað. Og hvort sem það þú veist, eru komnar í geymslur eða eitthvað, bara klárum flíkina. Hver sem klárar hana, hvort sem það eitthvað barnabarn eða eitthvað, bara klárum hana. Já. Má ég spyrja aðeins meira út í tíman hjá Calvin Klein, út af því að hérna varst að tala í skólanum og dansaðir í gegnum annirnar og föstudögum og svona. Var ekki líka stemming hérna bara utan vinnu eða? Þú ert náttúrulega á, eins og ég talaði hérna, það mikið stuð á þessum tíma í New York. Hvernig var bara svona tíðarandinn utan og þú ert náttúrulega í það má alveg segja, Steinun, að þú hefði fengið að líta inn glugga bara í mannkynssögunni sem að bara fáir Íslendingar hafa fengið að sjá með berum augum. Þú ert búin að fara í stúdíó 54 og búin að kanna allt og bara skoða. Það var ekkert eftir. Nei, og líf mitt á Ítalíu var svolítið svipað líka. Það var svo mikið að gerjast á Ítalíu á þessum tíma. Þegar þú vinnur fyrir Gucci. Já, þannig að það, þú veist, New York var bara svona uppeldisstaður minn í algjöru bara í orðsins fyllstu merkingu, það var uppeldisstöðin mín og ég vil meina að ég hafi verið bara í herskóla hjá Calvin. Ég lærði allt vinnuna og ég lærði skólanum að vinna og svo lærði ég hjá honum fæið og hvernig hann tók á því og hvernig hann vann það og allir pakkin. Hjá honum sjálfum? Já, hann var rosalega agaður. Og var hann líka alveg að gefa sig á færi við ykkur hönnuðinina?
það voru alltaf fundið með honum. Já. Hann veit nákvæmlega hvernig hann á að búa til jakka og hann veit nákvæmlega hvað tekur langan tíma að setja jakki gegnum framleiðslu. Hann kunni allt framleiðsluna. Og þá náttúrulega auðvitað að bera virðingu fyrir honum sem, hann var sem sagt ekki bara einhver viðskiptamaður sem var efstur á toppnum. Nei, hann kunni vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Og þegar hann kannski kommentar eitthvað frá þér, frá einhver flíku frá þér, þá berð þú virðingu fyrir því. Af því hann veit hvað hann er að tala Einmitt. Hann bara, það fullt respekt. Já. Og hann, þegar hann kom í búðina til mín þá sagði hann bara, þú ert að gera þetta. Já. Og ég gerði það. Já. Og það breytti öllu. En það er líka gagnkvæm virðing. Hann sagði hérna þegar hann kom til landsins að þú erir eitt besti hönnuður sem hann er unni með ever, eða þú erir bara eitt besti hönnuður í heiminum. Það kemur að prjóni. Það kemur að prjóni, já, ég finna. En kannski að því að ég fór alltaf lengra. Okay. Ég var alltaf að pröfa nýtt. Ég tók alltaf skrefið lengra af því að ég var aldrei ánægð og hann sá það. Já. Hann sá það og ég bjó til ótrúlega mikinn pening fyrir hann og við vorum svo fá. Þannig að hann skildi, hann skildi það að ég kunni á handverkið. Og eins og ég segi, ég tala hann sem bara mentor. Já, því að hann á það alveg fullkomlega skilið því að vita svona mikið fæið, hann vissi hvernig var best að máta hluti og hvernig var mest öllu helstu módelinn og hann var svo ofboðslega meðvitaður það sem var að gerast. Já. Og ég gleymdi aldrei við vorum að halda sýningu fyrir Siki Sport og birthday party eftir Sigurmálana var nýkomið út og hann sagði bara, þekkir þá, má ég spila þetta lag? Og ég hringdi og fekk leyfi til að spila lagið og Sigurmálani heyrðust á sýningunni og það sýnir bara hvað hann var rosalega snöggur. Já. Og bara hann skoðaði allt, hvað sem það var föt eða skór eða músík eða hvað sem það var eða ljósmyndir og Calvin á það algjörlega að hann breytti undirfata skúffu kallmanna for good. For good? Já, af því að þegar hann kemur með nærfattalínu sína, mark og allt það dæmi sem gerðist og það var ótrúlegt að horfa upp á þetta með Kate og öllum pakkanum og sjá hvað gerðist. Já. Og svo kallar boxer shorts hættu svona hægt og rólega að vera í skúffum kallmanna og við tóku Calvin Klein og svo komu margar eftirgerðir og ég og vinur minn hérna sem var með í skóla, hann sem sagt hönnuðurinn á bakvið allt undirfata fyrirtæki, undirfatnað Calvin, náttúrulega með honum. Risabatteri væntanlega. Þetta er risabatteri, en það breyttist, heimurinn breyttist. Og þú vilt menna að Calvin sjálfur? Hann gerði þetta. Ok. Og svo kom fullt af fólki á eftir. Og það er alveg á hreinu að hann á þetta. Og það er það sem tíska gerir. Tíska í sjálfum sér fær okkur til að horfa á nýja hluti sem eru kannski betri. Já. Og breyta okkur yfir tíma. Og það er alltaf verið að leita nýjum leiðum til að okkur líði betur. Og í þessu tilfelli var það þannig. Já. Af hverju ferðu yfir til Gucci? Það var nú eiginlega vegna þess að ég kem til Íslands og maður mér var fluttið til Íslands. Hann bjó með þér út í New York? Já. Og við ætluðum alltaf að flytja heim og svo var ég ófrísk og vildi koma heim því að við bæði vildum að barnið okkar myndi fæðast á Íslandi. Þó var ég auðveldað fyrir mig að vera úti og fæða þar og allir pakkin og ég var komið grænakortið og allir pakkin. En Ísland, það er ykkur opaslega mikilvæg staðrind að vera að halast upp á Íslandi. Og ég kem inn til Íslands og ég vissi náttúrulega ekki að ég myndi eignast dreng sem reyndi síðan vera fjölfatlaður. Og
það var svona, já, og ég ætlaði út aftur að vinna. Já, þú komst bara heim til að eignast Já, svona. og ætlaði síðan að fara aftur út að vinna en það náttúrulega bara reyndist ekki vera rétt ákvörðun, þannig að ég gaf það frá mér. Og það gaf mér líka tíma til að hugsa. Líf okkar breyttist mikið og við tók verkefni sem að ég vil meina að þó Calvin hafi verið mentor þá held ég að sonur minn sé stærsti mentor í lífi mínu. Einmitt. Af hverju segir það? Og má ég spyrja, kemur það í ljós bara við fæðingu að hann er fatlaður? Það bara kemur í ljós hvað hann er mikið veikur fyrst. Já. Og hann kannski fór ekki að hreyfa sig mikið fyrir hann kannski 2 ára og þá hélt hann ekki höfði, þannig að hann var svona eiginlega í gegnum tíðina þá var hann svona, já, fekk hann styrk og í dag gengur hann í göngugrind en samt í hjólastól mest allan daginn. En sonur minn, það skrítið að eignast barn sem ekki með sjúkdómsgreiningu. Og Alexander sem sagt, það voru margar sjúkdómsgreiningar sem við fengum á hann en alltaf fóru við erlendis til að fá aðra skoðun og það var skrítið að díla við heilbrigðiskerfið á þeim tíma með svona dæmi og ég borgaði sjálf mitt fæðingarorlof og ég, sem sagt, já, við fórum erlendis með hann fyrir við vildum fá annað dæmi og þegar hann var 6 ára þá hættum við að reyna að finna út hvað var að hann. En alveg til 6 ára aldurs eru þið að standa í því? Já. Er það þá gert líka kannski ljósið þess að reyna að finna einhverja lækningu eða? Nei, það er alltaf gott því að svona, þegar einhverju jaðarsettur í hópi jaðarsettra og svona minni þar með yngri sjúkdómsgreiningu þá ertu með ekkert til að lesa þig til Ég skil, einmitt. Það er ekkert sem hjálpar þér. Já. Og til dæmis sjónarhóll og öll þessi stóru batteri sem hjálpa foreldrum og öll þessi, þú veist, einstaklingsbundu, þú veist, fólk með, þú veist, Down syndrom og það er til foreldra með Tourette, alls konar foreldrafélög. Þetta eru allt samansett af foreldrafélögum. Já. En þegar þú barn sem er ekki með neitt, þá ert ekki neinu félagi. Skil. Og þá ertu eiginlega eins í aðarsettur og hægt að hugsa sér á Íslandi. Og það er fullt af fólki eins og við sem hefur þurft að gangi gegnum þetta. Og þá gerir það erfiðara fyrir barnið bara lasi og þú veist það sem móðir. Og þá er erfiðara fyrir viðkomandi lækni að reyna að finna út að því að þú ert svo sem lest barnið best og kant á hann best og það er eiginlega þannig ég kunni, sonur minn kendi mér ég vissi hvað hann var fyrstur ég vissi hvað hann vildi þú lærir að lesa líkamann hans sem var rosalega mikilvægt að kunna og enn þann dag í dag ég horfa á hann, ég veit hvernig hann er æstur, ég veit hvernig hann er glaður, ég veit hvernig hann er bara glaður og róleg þú lest hann nákvæmlega og það er svona það sem hann kendi mér og hann kendi mér líka að heimurinn okkar því að við urðum að búa til heimili og heim sem snerist eitthvað sem var algjörlega óráðið. Já. Og við gerðum það. Við tókum bara á því og við fengum besta ráð frá lækninum á vökudeildinni sem sagði okkur ekki að hætta að lifa lífinu. Og hvað heldur hann að við átt við með því? Bara ekki að gleyma ykkur. Já. Ekki gleyma að vera til. Af því ef þið gleymið að vera til þá eru þið farin að lifa lífi hans. Og eftir 9 mánuði heima var það bara þannig að þá var ég búin að mála allt húsið og láta skipta rafmagn og leggja nýtt parkett og setja 8 ára myndum í myndaalbúm. Þá var það komið, ég verði að fara að gera eitthvað. Og ég hringdi vinn minn sem ég hafði unnið með hjá Calvin og sagði bara, við varum mjög góði vinir, ég hafði leikt húsið hans í Bandaríkjunum og við varum mjög góði vinir. Og sagði, okay, I'm looking for a job.
og hann sagði, let me think about it. Og eftir nokkra dagar hringdi hann og sagði, why don't you come and interview my boss here in Florence? Og ég var alveg, já, you mean Gucci? Var kannski ekki alveg viss það. Já. Og já, svona, já, ég skoðaði þetta en ákvað samt að fara til og fara í viðtalið og flög til Flórens og ég var ráðin á staðnum og þá var Gucci ekki Gucci eins og það Hvað var Gucci þá? Þá var það bara pínlítið og engin, já. Samt eitthvað klassi, eða ekki? Jú, gamalt og gott en ekki bara svona, var ekki leiðandi. Nei, eins og í dag. Nei, og Tom var náttúrulega bara, þú veist, I know you know yourself og þú bara, já, kemur og þú veist, og ég gef þér bara fulla heimil til að fara í gegn og ég... Tom Ford? Já, og ég vann fyrir hann í meir en 5 ár. Og það var svona, ég flög út aðra hverja viku og fekk algjörlega og hann sá sem gerði mig að hermanninum. Ég var hermaður hjá honum. Ég bara, já, ég fór í alla verksmiðjur, ég fekk leyfi til að gera fullt í verksmiðjunum og það svona bjóð til nýtt líf fyrir mig. Einmitt. Og ég kom heim og sendi syni mínum aðra hverja viku og maðurinn minn var sem sagt, með honum heima líka og við vorum með barnapí og alla hjálp sem þurfti. En ég fekk að lifa mínu lífi. Já. Þannig að, og maðurinn minn mann og þannig að við vorum bæði að búa til líf fyrir son okkar og ég get eiginlega með sanni sagt í dag að sonur minn með bara glaðari manneskjum sem ég veit Hann ótrúlega glaður og ótrúlega hlýr og góður að því að við komum tilbaka og gáfum honum. Við drófum hann allt með okkur, út allt á allar myndlistasýningur, út allt til allra vina og hann fekk alveg ótrúlega mikið bara að vera með okkur. Já. Og svona þegar ég lít tilbaka, það voru mörg mjög erfið tímabil með honum og það þú veist, en þegar ég lít tilbaka þá það stóri þátturinn í söll hans gleði. Já. Og hann kenndi okkur til dæmis að ég sé til dæmis það að syngja jólasöng var allt árið kring bara skemmtilegasta dæmi og það ennþá sungið í júli hvort það eitthvað annað eitthvað og af hverju ekki? Já, ég veit. Góð lag, akkur þetta ekki bara frábært. Já. Og ég sé sko listaverki sem hann bjóð til á veggjónum heima hjá mér með hjólastólum, það bara svona lifandi listaverki bara, þetta bara gjörningur, það breytist á hverjum degi og það bara frábært. Einhverja rispur og skrámur. Það bara frábært, ég tók myndir af því, þetta var svo fallegt. Já. Og það eitthvað sem að maður bara, þú læri þetta og þú ferð að sjá hlutina í allt öðru ljósi og hefðbundin heimilishald það bara ekkert í þínu dæmi. En hvað með bara svona þinn starfsframi og ferill sem hönnuður og svona, ég meina þarft ekki að varpa bara nýju ljósi og þarft ekki hans að endurskoða það þegar að þú eignast hann? Ég gerði það bara gegnum son minn og komið bara og deildi minn þegar ég byrjaði hjá Gucci var deildin 12.000 stykki units. Já. Og þegar ég fór 5 árum seinna var hún 120.000 units. Wow. Þannig já, það var gaman að vera til. Og ég held að við sem vorum að vinna þarna á þessum tíma, við gerðum okkur enga grein fyrir því hvað við vorum að gera. Við bara unnum. Og það má eiginlega segja að það hafi verið gaman. Já. Og ég gerði hluti sem ég, já, mun aldrei gera aftur og vinna með verksmiðjum sem já, sem að, og ég á stóran þátt í því að Gucci keypti eina af betri prjónaverksmiðjum Ítalíu og það bara frábært, þannig að það myndaðist þekking þar inni á að kaupa verksmiðjur sem góðar
og skilningur þar inni. Þannig að það var svona ýmislegt sem að maður bara lærði í stóra samhenginu að það hægt að gera hluti og ég var komin í það að prjóna hluti sem var ekki hægt að prjóna ef við gerðum það samt og mikið af efni sem birtist á þessum tíma ég horfi á það og segi já, einmitt, þetta er peysan mín, já, þetta er bikini einmitt, já, einmitt, já, þetta er geðvegt og ég held að það var ein forsíða á enska Vogue sem að ég þurfti að taka mig á og það voru mynd af Spice Girls ok og ég náttúrulega þeim tíma ég hataði Spice Girls og það nýrvana megin í lífinu ég var nýrvana megin í lífinu og ég gat ekki hort á þetta það voru klætt í föt sem ég hafði hana fyrir Gucci og ég gat ekki hort á þetta framan á Vogue gat ekki hort á þetta það fannst mér það bara mest niðurlægandi sem ég hafði bara og þetta er einmitt þetta ég gat ekki hort á þetta og ég sagði engum frá þessu hver af þeim var í flík frá steinunni? Það voru allar og inn í blaðinu og ég bara svona tók þetta og ítti sér í burtu og sagði bara já, við skulum ekki tala um þetta í dag finnst mér þetta bara mjög skemmtilegt og hlæða þessu sjálf og bara, já, þetta er í fyrsta lagi mjög fín mynd af þeim og allur pakkin en það sem ég upplifði og var að fara í gegnum það var bara ekki, já Mér finnst það bara gott á þig. Það er bara, þú ræður ekkert hver klæðist fötabriðinum. Það er bara, þú fær ekki ráða öllu, sko. Þetta var mjög. En það sýnir líka að við vorum að búa til fatnað á þessum tíma sem heimurinn vildi. Já. Og var leiðandi í öllu. Það er gríðarlega viðurkenning. Við gerðum okkur enga grein fyrir því. Mm. Það var bara, og við vissum ekkert af því, þú varst bara byrjaður á næsta. Já. Því að þegar þessi kom í búðurnar þá varst þú að klára hina og það var tískusýningu gangi og það var þú veist, já og ég byrjaði bæði með men's og women's og þetta var rosalega mikið að sýningum og þetta var of mikið þannig að ég bað að taka ekki þátt í öllum þessum sýningum því að það var alltaf hálfsmánuð að vera í Milán. Já. Og þú vildi vera meira, eða þú varst búin að setja þannig upp að þú varst alltaf helminginn á mánuðinum heima? Ég var alltaf helminginn, já. Ég fór 22 til 27 ferðir út á ári. Vá, er það ekki líjandi eða? Já, sko, árið 2003 þá eiginlega tók ég mjög góða ákvörðun því að ég var búin að missa svo ofta flugvélum og skiptingum og ég var orðin óheyrilega pirruð að missa af flugvélum. Það var eiginlega bara og ég grætti manneskja á flugvelli bara í pirrinskasti mínu og já, þá var komið tími til að hætta. Þá sagði stopp? Þá sagði stopp. Það var ekki, þú veist, þetta var bara ennitt verkfallið á Ítalíu og það var lestarverkfall á Ítalíu eða flugumferðarstjóra verkfall á Ítalíu eða verkfall flugþjóna, það var alltaf einhvers staðar verkfall og reyna að ná skiptingu heim á föstudagskvöldi og það var rosalega mikilvægt fyrir mig að vera heim helgar. Já. Því að þá náður þessum 2 dögum alltaf sem var engin vinna og ég náði að vera með syni mínum og svo náttúrulega þurfti ég að vinna bara eins og hver annar þó ég væri heima en þetta voru rosalega mikilvægi dagar. Já. Og allavega fyrir mig þannig að þú veist, það var bara komin tími til að hætta. Ok. Og það var bara fínt. Ég bara ákvað að fara að hella mér í mitt fyrirtæki sem er bara, já, sem það er í dag. En þú þá nærð í rauninni að bara eins og talar ráðið sem fékkst að lifa þínu lífi. Þú veist, ykkur tekst það báðum. Þetta var ekki í rauninni bara þú sem fórst og lifðir þínu lífi eða eltið þinn fram að maðurinn að líka balansa á móti. Já, og við eigum 2 fyrirtæki í dag. Einmitt. Sem er bara, já, bara frábært og við lifðum okkar lífi. Og sonur okkar er bara mjög hamingjusamur og skemmtilegur, heilbrigður einstaklingur. En er ekki há skilnaðartíðni hjá foreldrum fallara barna? 70%. 70%.
70%? Já. Heldur þú að reykja það til þess að fólk mögulega lifir ekki í sínu lífi þegar að... Það mikil hætt á því og það fyrir alveg eftir að því að það hvert og eitt dæmi mismunandi. Já, að sjálfsögðu. Já, og það lendir mjög oft á móðurinni að vera heima. Stundum það faðirinn, þú veist, ég ekki að segja að það sé ekki í dag, en á þessum tíma var það kannski meira móðurinn. En í dag held ég að það sé komin meiri skilningur inn í þetta. Þetta lendi ekki alltaf einni manneski. Því að kerfið sem slíkt, það kannski ekki alveg að hlusta og kerfið á þessum tíma, það var ennþá hjá ríki, en núna það komið til sveitafélaga, öll föllunarmálefni eru komið til sveitafélaga, þannig að það mikil munur þar á og og allt öðruvísi tekið á málefnum. Við náttúrulega lentum í hruni og það eru 8 ár sem eiginlega tapast við að byggja heimili fyrir þessa einstaklinga og það verður að reyna að vinna í því og þannig að þú veist, það svo margt sem gerist sem ekki kannski bara fóreldrarnir lúni. Já. Þú ert lúin. Einmitt. Og ég get eiginlega svona talað það að minn eigin einkennisbúningur sem að ég eiginlega gengi í dag hafi komið þarna á þessu tímabili því að ég var alltaf að ferðast og svo átti ég barn í hjólastól. Það mjög erfitt að vera í hvítum fatnaði og setja hjólastólinn í bílinn og lyfta honum upp í bakið á jeppa því það var stórt skott og þú veist það var þægilegst að þurfa ekki að taka hann í sundur þannig að þú bara vildir taka hjólastólinn og setja hann í skottið og þá mjög þægilegt að vera í svörtum fatnaði. Já. Punktur. Einmitt. Þá var þinn einkennisklæðnaði til. Já, bara eins og maður segir out of practicality. Já. Bara, þú veist, já. Það mjög erfitt að vera í rauðu og gulu og grænu því að fyrirgefði, það var bara, já, slitta á snjór og já. Og það bara, þá gerist það að þú ferð að ganga í fatnaði sem getur tekið öllu. Þannig að föt svona, já, við búum svolítið til það sem að gerast já. Með okkar eigin dæmi hvernig við lifum lífinu. Einmitt. Var þetta áfall fyrir ykkur? Þetta var svakalegt áfall. Já, og það minnst þú bara tala þetta af einhvern veginn bara svo mikilli auðmýkt og þetta gekk upp og þið eru öll, þú veist, 2 fyrirtæki í dag og frábært samband við soninn, en ég hugsa bara svona einhvers staðar hlýtur þetta hafa verið bara... Þetta ennþá sárt. Já. En það sem hann hefur gefið mér, hefur enginn getað gefið mér. Og það þessi ofboðslega hlýja að lifa í núinu. Hann lifir bara í núinu. Og það að brjóta upp allt það sem þjóðfélagið hefur búið til og segir við eigum að gera. Hann byrti sin eigin leikföng. Hann klæði sig eins og hann vill. Það mjög erfitt að gefa honum gjafir eða leikföng því að hann býr þau bara til. Já. Þannig að allt þetta eins og þjóðfélagi segir þú ert að hafa þig svona, þú ert að gera svona, þú ert að gifta svona, það bara fór. Þú bara býr til annan heim. Og það þakka ég honum fyrir. Það er erfitt, krefjandi ferli. Það mjög krefjandi og þú stundum að lengi að skilja fegurðin í því. En það að ég sé á í listaverkið á veggjónum mínum eftir hjólastólinn brilljant. Já. Og ég tók til dæmis, ég hef safnað öllum fótaspelkunum hans frá fyrstu fótaspelku og upp úr. Og þú sérð alveg, ég tók mynd af þessu öllu. Þetta ofboðslega fallegt að sjá. Og all hjálpartækin sem koma inn á þitt heimili, alla bolspelkurnar og allt sem fylgir og það ekki normal. Nei. Og eins og ég segi, hann braut upp allt sem heitir heimilislíf og venjulegt heimilislíf eins og allir þekkja, það hann braut það algjörlega upp. Og það bara gott að það sé gert við mann. Maður kannski ekki alveg sáttur við það í upphafi, en þegar þú lítur tilbaka þá það bara vá hvað ég lærði mikið. Að því að ég sé ekki heiminn í dag eins og eigir að lifa honum að því að þjóðfélagi segir þú eigir að gera það. Ég ráðleg bara hverjum sem bara hætt að lifa því. Bara klættu eins og þú vilt. Ef þú vilt vera í tjútjúpilsi á miðgudegi, bleiku, bara be my guest. Við lendið jólalög?
og heyrandi jólalög, það bara frábært og ég klappa fyrir því að þá ert að búa til einstakling sem að finna sig en ekki þjóðfélagi að segja þú út að klæða eins og allir hinnir. Og ég hef oft óskað eftir því að því að ég var að kenna í Listaháskólanum, þá baði ég nemendur að klæða sig bara í ballkjóla á miðvikudegi og fara á kaffihús. Og það var ekki vel liðið. Nei. Og þá uppgötuðu það að þjóðfélagið hefur áhrif. Og þú veist, ef þú vilt vera með bara, þú veist, kórónu alla vikuna, akkur má það ekki? Hver segir það með það ekki? Af því að þjóðfélagið, það búið að búa til einhvern standard sem við öll förum eftir. Og það kannski gott að vera meðvituð það. Ekkert endilega að þetta sé vondur standard, það allir náttúrulega að reyna að búa í sátt og samlyndi og veist, það verið að þjappa 1000 manna á einn stað, þannig að svona alveg skilinlegt að sé eitthvað reglur en þú sérstaklega í svona sköpun og svona, það er gott að vita hversu langt þessar reglur ná yfir bara þitt daglega líf. Allt saman og þegar maður fyrir að skoða þetta og þú veist, af hverju máttu ekki vera í síðum kjól? Af hverju máttu ekki fara út í búð og veistla, þú veist, hakk eða fisk í síðum kjól? Hver segir það með ekki? Akkur það ekki bara frábært því í Englandi eru svona fólk sem klæði sig öðruvísi, þú veist, eclectic og þú veist, það er bara þykir bara hefð og margir vel efnaðir einstaklingar gera það því að það þykir bara þið besta mál. En við notum mikið hjarðhegðun hérna, við klæðum okkur eins, þú veist, að þú ferð inn í fólk sem vinnur saman á sama vinnustað, það fyrir að klæða sig eins og í staðan fyrir að segja nefnist ég ætla bara ekki að gera það og leyfa því að gerast og fólk seti bara ekkert út á það, leyfi því bara að þróast og tali bara ekkert það, akkur þurfum við endilega að tala það, akkur má hann ekki bara eða hún eða hann eða hver sem vera í bleiku tjú á miðvikudegi eins og þú segir, syngjandi jólalög, það ekki bara frábært af því að í gegnum þetta kemur hinn eiginlega tíska og það sem við leitum að það er það sem er frábrugðið og ég segi oft skemmtilega sögu, ég fór á myndlistasýningu hjá Inferno 5 sem er hljómlistagrúpa og einn meðlimurinn var klæddur í bleika inn í skó með svona dusk framan á og í selskins vesti við og mér fannst þetta mix algjörlega brilljant. Þetta var bara það flottasta sem ég hafði séð að því að andstæðuna voru svo miklar og það endaði þannig að næsta tískusýning hjá Gucci voru skotni bleikir. Einmitt, þetta var þinn innblástur. Þetta var bara af hverju ekki? Af hverju ekki? Af hverju þurfum við af hverju máttu ekki verið í bleikum skó? Og það er eitthvað sem svona, þegar maður fyrir að horfa á að áhrifin frá hinnu óhefbundna er meiri heldur en áhrifin frá því að vera allir eins. Og það er held ég það sem fólk gerir sér ekki grein fyrir. Einmitt, stokk upp í norminu. Það er nefnilega nákvæmlega það að vera þar, að pröfa að hlaupa út úr því, dett út úr því, fara eitthvað annað með það, skoða það. Og ég er alltaf glöð því ég sé eitthvað sem er ekki hefbundi, þá er ég rosalega glöð. Og ég vil óska þess að ég gæti kynnt ungum fólki að gera það bara í barnaskóla. Það bara að lifa aðeins óhefbundari. Já. Svona, sko. Akkur mátt ekki klæða þig bara eins og þú vilt í barnaskóla? Einmitt. Hvað er að því? Já. Akkur mátt ekki mæta í síðum ballkjól í 8 ára bekk? Það er alltaf bara áhætta. Maður þráir samþykki. En akkur þarf ég þess? Einmitt. Það er eitthvað djúpt í manni. Já, það er eitthvað djúpt í manni sem maður hefur fundið fyrir og það er þjóðfélagið. Og það er þess vegna áhugavert að fylgjast með syni mínum sem bara, þetta bara skiptir bara nákvæmlega einhverjum máli fyrir hann. Og það er frelsi. Já. Það er svo mikið frelsi.
og hann alveg með sinn fatastíl í dag og það þýðir ekkert fyrir mig að reyna, þú veist, ég reyndi að, þú veist, að segja nei, viltu þetta, þú veist, að hann fikk að velja hann valdi alltaf það sem hann vildi veri þú ég gef hann græna, gula, valdi hann alltaf það sem hann vildi veri og það bara frábært hann sjálfur tók meðvitaða ákvörðun og einhvern tímann keypti hann bakpoka sem að ég bara í Hagkaup og ég reyndi eins og ég gat að reyna að fá hann að skipta yfir í hann vildi þennan bakpoka þetta með skræposti bakpoki sem gat verið á hillunni hann sást sko í mílu fjarlæði það því að hann var svo litríkur en hann vildi þetta það bara verið það og ég þurfti að kaupa hann hélt honum í fanginu í hjólastólnum og hann var með hann í 3 ár og ég gerði alltaf svona hann kláraði bakpokan fekk að gera það vel gert Steinunn, ég þarf að fara að hleypa þér í vinnu hún var einn já, það er alveg komin tíma það fer að koma tíma á þig Herðu, en undir lokin fólk sem í svona skapandi greinum og geirum og langar að vinna við þetta og ég menna þú fer langt bara hönnuða lengst hér á landi í því sem að þið langar að gera og tókst þið fyrir hendur einhver ráð, eitthvað sem að þú, ég veit þú hefur kennt í listaskólanum og örugglega þurft að fást við mikið af fólki sem á lífið fyrir sér og með mikinn metnað eitthvað svona sem að þú getur gefið því fólki sem að fylg tilfinningu það sem þið langar að gera og spurðu sjálfa þig að því hvað vil ég gera þegar ég er 60 ára Erst þú að gera það sem að já okay. Þú ennþá gaman að þessu og það er málið ég elska það sem ég ger í dag Alltaf magnað að hafa rampað inn á það svona fljótt og það er bara ég ráðleik öllum það að finna það hvað það er erfið leið að fara fyrir suma en ég fyrir sátt frá lífinu það er á hreinu því ég gerði svo mikið Geggjað. Steinunn Sigurðardóttir 1000 takkir fyrir að koma í spjall gaman að tala við Sömuleiðis